helvíti. FM 957. Ykkur hérna í FM 95 blöð. Þeir grjótarðir. Já, vika síðan að þátturinn byrjaði, þannig að það er viku afmæli. Bing, bing, bing. Ertu ekki með einhverja bjöllu þarna? Jú, ég bjöllu með hérna. Glæsilegt. Hvað er þetta húgæslega bjallaði maður í álunni? Já, þetta er eitthvað svona morgunþáttabjalla. Svolítið gay. Já, glæsilegt, svolítið gay. Herðu, það er stórkostlegur þáttur á tveim hörðum í dag. Við erum með Kevin Smith sem er leikstjóri og leikari. Hefur leikið í myndum eins og Die Hard og gerði Mallrats og Clerks og... Hann er fyturlungur eins og leikur Silent Bob. Já, Silent Bob og allt það. Hann kemur hérna í spjall til okkur á eftir og við ætlum að ræða við hann, ýmislegt. Bara til dæmis, er Nicolas Cage, er hann horny eða... Ég get að lofa því hann er horny, sko. Já, þetta er maður sem að þekkir Hollywood út í gegn. Já, þú veist, hann er með allt slúðrið í Hollywood. Klárt. Þannig við ætlum að nýta okkur það. Svo erum við með Fjölnir Þorgeirsson. Fjölnir Þorgeirsson. What a man. Er til harðari duttið, maður. What a man. Það má segja að það er 3 harðir hérna. Það er að segja hvernig ég sá fyrst Fjölnir Þorgeirsson með bara mínum eigin augum. Hvernig sástu Fjölnir fyrst? Ég var í MK. Já. Ég bara í skóla, þú veist, með allt niður um mig. Bara mætti í skólan, bara í joggingalunum og með hår. Með Freygarskarð? Já, bara ógeðslegur. Já. Og Fjölnir Þorgeirsson var nýhættur með Mel B þá. Og hann alltaf bara, hörðu, ég hættur með Mel B, þarf að finna mér nýtt pussy. Ég veit ekki, hvað með Marimöndu? Byrjaði með henni bara 0-1, sko. Og hún var alltaf varðið hardest chick í MK þá, sko. Já, varst þú eitthvað búinn að reyna að hitta þér, eða? Nei, ég hef ekki getað að hitta þetta og ég hefði $1 million, sko. Það var ógeðslegur. Hörðu, ég satt úti, ég alltaf var þá mikill lúði, ég átti ekki svona bíl, sko. Þú veist, ég labbaði skólan, bara með allt niður um mig. Ertu að segja að þeir sem eru í Fjölbraut núna og eru að hlusta og eiga ekki bíl að þeir sem er allt niður um sig? Já, það er bara þannig. Ég viðurkenni það, sko. Ég var komin að Hyundai Coupe snemma, þannig ég var með þetta á hreinu. Ég meina, Hallur Dan félag okkar, hann spólaði hann á bílastæði Vestló í Glæni í 80-10 þegar hann var í... Já, hann var líka 9 ári í Vestló. Þannig að það var ekkert skrítið að hann verið komin á bíl þegar hann var á 30, sko. Ekki akkurat bæta 2 ára. Nei, Hallur Dan er þetta Lieutenant Dan snillingur, ég ætla ekki að fara að raka hann í það. Allavega það sem gerðist var, ég satt fyrir utan MK, bara eitthvað lítið límur með allt niður um mig og ég heyri bara svona út um mig, bara hvað er að gerast? Fjölnir Þorgeirs kom, hann beigði það hratt inn á bílastæðið, ángríns að bíllinn var á 2 dekkjum þegar hann beigði inn. Já, hann er búinn að vera með tónlistin í botni, neldi niður fram á skólan. Það bara... Já, það er bara Fjölnir Þorgeirsson með þetta og hann er að koma í spjall til okkur eftir. Ég breyta þess, sagan er ekki búinn, sko. Ok, sorry. Ég horfði bara á bílinn, hvað snillingur er þetta? Síðan ég segi rúðuna niður bara... Hann bara, erðu við niður? Drullaður inn í skólan og náði hann á Marimöndu fyrir mig. Og ég bara, já, bara núna þá það. Já, bara helst núna, bara gær helst. Ég hljóp inn, bara náði hann Fjölnir í minni segju. Þetta sann saga það? Nánast alveg 100% svona, sko. Okay. Þannig að hversu mikil töffari er Fjölnir Þorgeirsson? Hann er, ég er búin að segja hann er alveg með þetta. Herðu, við fáum líka að sjálfsögðu Big Tiny Little Swess. Hann er alltaf með okkur á föstudögum og... Swess to Mouth. Já, Swess to Mouth, eða Swess Baby. Hann ætlar að vera með nýtt lag og breyta það fyrir okkur. Good shit. Það er föstudagsliður hjá okkur og svo kemur líka Tiny Motherfucker úr Kvarasi hérna í lok þáttar í stutt spjall. Tiny Motherfucker. Þannig að það er nóg að vera hjá 2 hörðum í daginn. Ég var að spá að byrja þáttinn samt Egill, ég hérna... Skal ég segja, ég hitti hann Matt í gær. Það er snillingur. Já, ég var í ræktinni og fór í sturtu með honum. Og veistu hvað hann sagði um mig? Reistur hann í sturtunni? Nei, ég var að rölda í sturtu og Matt kom að inn og veist hvað hann kallaði á mig? Hvað? Hlustaði. Jæja, góðir hálsar, þá er, gestur þáttarins. Nei. Herðu. Með allt niður við á græjunum, í álöðinni. Þú skeit þetta bara, maður sjá. Hversu mikið þetta skýta á sig á græjunum, í álöðinni? Skýtur allt á þig. Það er ekki flókið. Hvað er ég að gera hérna? Svona. Já. Nú er ég búin að eyðileggja mómentið, maður. Það var svo gott móment. Íttu bara ítt og play og shut the hell up og ítt og play. Shut your mouth og ítt og play. Ég er ekki að vera að missa þessu. Ok, veistu hvað Matt sagði um mig? Ég veit það ekki. Hlustaðu. Öddi, djöfisins titlingar! Var þetta í sturtunni? Þetta var í sturtunni. Þú veist snill. Nei, Egill. Jó, þetta er að fara og það er bara þannig. Ég myndi reyna að halda Pitbull í lágmarkið þennan föstudaginn. Það verður alltaf ekki svo síðast. Með þess að það kom inn á Flick My Life playlistun okkar og það voru 4 Pitbull lög í röð. Finnst þið það eðlilegt í útvarpsþætti? Hvaða þunglindis PC var að banna að spila Pitbull? Bara einhver venjulegur ungu drengur. Já, sem er bara þunglindislegur núna það. Nei, herru, hvað? Herru, veistu að Pitbull heitir Armando Cristian Perez? Gæti ekki verið meira sama. Og hann er fæddur 81, 15. janúar, hann er 30. Er hann 3? Já, ég var að hjálpa það. Hann er 30. Hann lítur út fyrir að vera 40. Lítur út fyrir að vera 40? Já. Það grínast eða? Pitbull. Veistu hvernig Pitbull lítur út eða? Já, ég hef séð hann alltaf þegar maður fyrir ræktina. Hversu sexy er hann? Hann er 30
og hann the shit. Pældi að vera pitbull. Nei, ég nenni ekki að pæli því og nenni ekki eins og að ræða það. Hann núna bara á ströndinni með 1G&T bara living the good life, maður. Djöfis snillingur. Þetta orðið uppáldið mitt núna. Þetta matt með mér í ræktinni. Öddi, djöfisins titlingar! Æ, Matti svo fyndinn, maður. Þetta er gaman á hann. Hvað var þessi bók þín að lenda á klaganum? Sérðu næstu mensölubók? Þetta ég verð að segja, Egill, þú ert að toppa þig núna hérna því að þessi forsíða er sennilega eitt af ógeðslegasta sem ég sé. Hvað að þér? Heilræði Gils. Já, næsta mensölubók. Já, sko, bækurnar eru góðar, ég er ekki að fara að draga neitt úr því. Nei, ég veit að þessi líka ánefa the best. Þessi forsíða einhver mesti viðbjóð sem sé. Það er svo sett að gráðbyggðum titlingin. Hörðu þið? Þú liggur hérna á nærbuxunum. Mamma mín getur verið að hlusta. Og ég get staðfest það, Egill, að þú ert búin að setja eitthvað inn á. Akkurru? Við höfum farið nokkuð sem æfingar. Þetta er ekki. Þetta er bara, ég hefði getað sett handbolta þarna í slefti. Eins og Beckham gerði í auglýsingunum sinni. Fyrir fólk sem að. Já, því að við erum núna í útvarpi og þá fólk sér ekki þessa forsíðu. Ég ætla að twitta myndina þinn hérna. Þannig að það er allir að fara bara inn á Öddi B á Twitter, þá sjáum við þessa mynd. Sko, málið er, ég var lág bara upp í sófa, voru á sjónvarpið, nákvæmlega þannig að þessi mynd var tekin og myndið var tekin af mér og ég bara svona, hörðu, þetta er nú bara alveg góð mynd. Þú veist, þetta var bara tekið þegar ég var heima í chillinu, voru á sjónvarpið. Er þetta nýjasti Photoshop-skandalliðin? Nei, þetta er, betur, sýnist þið það? Nei, þetta er þetta ekki. Býta aðeins. Æ, gerðu það fyrir mig farði í. Please. Hvernig lístur þetta? Ég líst bara ógeðslega á þetta. Lístu þessi 5% sem þú horfum núna? Ertu á einhverju livjum það? En það setja það, please. Er ég að Photoshop þetta? Nei, þú ert ekki að fyrirgeðu, ég skilti segja orðið Photoshop, ég var búin að gleyma Bara aftur í bólinn. Þetta heitir 5%? Já, þú ert í stórkostlegu formi og sýnir það á þessari forsíðu. Ég var óskæð til hamingju með þetta og hvernig kemur bókin í búðir? Ég ágaf bara núna, síðast var, mannasjabókin var í jakkafötum og okkar. Nú hugsaði bara maður, akkur ekki vera bara vinna um svona sexy concept? Já. Þú veist, ég er bara upp í sófanum, bara nærbuxunum, chilling. Já. Þú veist, þannig að þú veist, kynlíf selurðun. Já, það er þetta hárrétt. Þú ætti nú að vita það, kynlífsvíkillinn. Já, einmitt, líka kynlífsvíkill. En þeir eru ykkur fólkið sem að vilja sjá þessa mynd. Það farið inn á Öddi B á Twitter og þar er myndin komin. Nú er allir bara að bomba sér á Twitter það, sko. Já, herðu, það styttist í Kevin Smith og við erum með hellinga skemmtilegu spurningum á honum. Kevin Smith, hann er svolítið chubby, kallinn. Ég ætla að segja honum ég sé personal trainer. Já, segja hann að hann kemur. Svo er Fjölnir Þorgeirs líka á leiðin og Sverrir Bergmann, þannig að þetta verður ekkert mikið dýrara prógram hérna. Það er bara hannig. Egill valdi fyrsta lagi þættinu, nú komið að mínu uppáhaldslagi. Í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótorvörurnar á markaðnum í dag en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem minningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 Brettagalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moosehead mótorvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 er að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Klumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður 50. 17. nóvember. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magazine. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Dansvænasta plata ársins er komin út. Mesopotamia með sykur. Komin í allar helstu plötubúðir. Föstudagsfjör á skautasöllinni Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasöllið Egilshöll. 11 tegundir af ís úr vél. Ísbúðin, Háletisbraut. Besta steikasalatið í bænum.
Og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. 10, 20, 30 eða 40.000 krónur inn á reikninginu. Hraðpenningar.is. Segðu engum frá, en nú Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakössunum. Í dag á hópkaup.is. Kappakstur í go-karthöllinni á aðeins 1980 í stað 4.500. Hópkaup í krafti fjöldans. Ísland Opoli. Jólaspilið í ár skemmtilegasta land í heimi. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Vorum að taka upp nýju glosslínuna í Six. Veski, töskur, hanskar og skart. Æðislegi fylgihlutir á flottu verði. Six Kringlunni og Six Smáralind. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Flöskudegi. Já. Það flöskudagur og... Það sem líka góða flöskudegi. Já, kallar þetta flöskudag og þunnudag eða? Þunnudag? Já, ég sá einhvern status á Facebooku. Það væri þunnudagur. Nei, ég myndi frekar að drepa mig. Má kalla það þunnudag. Hörðu, hvort verður þú? Ok, ef þú væri gælla. Já. Hvort myndur þú vilja, ef þú væri bara, ok, geggja heitt gælla. Ok. Hvort myndur þú, ef þú fengir að ráða, hot date. Með Valtaranum. Valti Björn? Já. Eða Justin Timberlake. Ertu að gera grín eða? Nei, byrju hvað minnur það? Ertu að leika þér eitthvað að gera lítið á Valtaranum hana? Byrju, ert þú að gera lítið á Valtaranum það? Nei, ert þú að það? Ég að setja hann og JT í sömu nærböksu, sko. Já, og þú veist að þú ert að gera það... Nú, byrju, af hverju? Í gríni. Nú, af hverju ég gera það í gríni? Ertu að segja að Valti Björn og Justin Timberlake séu svipaða típur, eða? Já, ég segi þessu nákvæmlega. Þegar kemur á kúli og sexiness. Hvað það verður mótið Valtaranum? Ekki neitt. Hvað gera þeir? Valtarinn toppgaur. Byrju, af hverju þá drullið hann? Ég ekki að drullið hann, ég bara segja hann, það ekki hægt að bera hann saman, þú spurðið mig hvort myndur þú fara á hot date með Valtibitni eða Hötta Mag og þá myndi ég kannski hugsa. Þú verður nú að fara að bury the hatchet með Valtaranum. Ég er ekki læg. Án grín, sko. Herru, þú varst að segja bara að þú væri með á hreinu hvað var að gerast helgina, Egill. Það er þín deild. Jó, hvað er að gerast helgina? Já, tjekkum á því. Danny Deluxe, sérum austur. Sérum austur, já, ég er líka búinn að frétta að Kevin Smith á leiðinni þangað. Er það málið það? Já, hann verður með partíð þær í kvöld. Sko málið að alltaf þegar kemur á celebrity, sama hvernig það celebrity lítur út, hann fer heim í kellingu, það þannig sko. Já, þannig sko. að viltu að meina að sé einhverja stelpur að fara að flykkjast á austur til þess að hitta Kevin? Ég meina Kevin Smith ég myndi giska hann væri svona 160 kíló. Já, alveg neða. Já. Hann er náttúrulega rétt og kominn ef hann skildur nú að vera að hlusta í bílnum með Egill. Já, hann er alltaf að skilja íslensku eða ekki, hann er bara komin í það. Nei, heldur að vinur hans geti ekki þýtt þetta fyrir hann sem er í gangi? Er þetta Rain Man eða? Bara þeirinn eitt dag og bara, málið er... Heldur að Rain Man hafi bara, veist hvað allir eru að segja? Heldur að hann skilji bara allt tungum? Það er bara þannig. Málið er að það skiptir ekki máli, sama, Quentin Tarantino er mér stærsta haus í síðu. Já, hann er líka Quentin Tarantino, sko. Hann gerði Pulp Fiction. Já, það bara er það nógu. Já, það er einn besta mynd allra tíma. Já, og síðan líka Ron Jeremy, sem er ógæstlugur. Í alvörinni. Hann hamraði. Já, ég meina þessi celeb er alveg... Nefndu eitt celebrity sem er komið til Íslands og ekki haft intercourse. Nefndu eitt. Ég þekki það ekki. Nei, mitt. Og allt franska landsliði handbolta sem komið daginn. Allt. Þau bara fóru ná austur. En hvernig veist þú það? Hvernig veit ég það? I was there. Ég var bara á barnum með 1G og 10, ferskur. Sá bara hvernig þið tindust út á með tíma all liðið, sko. Það var svakalegt. Og fegst þú ekkert? Fekk ég ekkert. Ég er a married man. Það var daginn, sko. Nei, franska landsliði var þetta fyrir mörgum árum síðan. Þetta var daginn, sko. Þetta var í sumar. Kærastæðinu svona 11 ára þegar voru hérna Egill, þannig að þú varst ekki a married man. Nei, þetta er mjög stutt síðan, sko. Og þeir bara tindust þarna út. Og þú veist, þannig að ég held segja Kevin Smith, alveg sama þó að hann... Ef ekki að spurja hann bara, herru, hann er rétt á kominn, ef ekki að fá lag, fá hann hérna til að koma sér fyrir og við bara spurjum hann út í það, hvort hann sé kominn til Íslands til að höstla og svo er Fjölnir Þorgeirsson líka á leiðinni, þannig að það er smekk sneisa framöndan.
á þessum föstudegi, það eru tveir harðir og fyrsti gestur þáttarins mættur Kevin Smith sem er leikari og leikstjóri, hefur gert myndir eins og Mallrats, Clerks og fleiri stórkostlega myndir. Welcome, Kevin. Thank you, sirs. Thank you. It's weird. You like to stand I'm and a talk, stander, so normally I work with a mic in my hand, but we do this at home. We've got a little bit of a radio station, not like this. This is very professional, but we got one in our house that we do every morning and whatnot. Okay. So I'm used to sitting there, but when I go to radio stations, I stand up. I don't know why. There's a lot of boring for people out there who are like, who is this guy? What a jackass. Let's move on to something what more ass. exciting. What an ass. Okay, you've worked with a lot of people. I mean, you had Jennifer Lopez and Ben Affleck in your film, Jersey Girl. Yes, I did. And, unfortunately. It didn't really work out for us too good at that point. That was a fine movie. It was, but the critics kind of went after it, and we were also following up that movie they did, Gigli, which did not do well. Giggly. Yeah. Oh, boy. And so that hurt us a little bit, too. So it was not a fun time. When we put those two in the movie, it was great. It was cool casting. Yeah. And then when the movie came out, it was bad timing. So suddenly it kind of hurt. So like in the beginning, when we were making the movie, what we kept very quiet was a plot point that Jennifer Lopez's character dies very early in the movie. Yeah. And then by the time the movie came out, that was used as a marketing tool where they were like, come see this movie where she dies in the first 10 minutes. Was she a diva to work with, Jennifer Lopez? Nah, you just had to understand that she cared about herself and Ben, and that was about it. And as long as you got that, it was kind of easy to get along with. She has worked with Pitbull. Did you know that? Did she? Yeah, Jennifer Lopez. On the Floor song, Pitbull. Was she dating Mark Anthony when she was in your film? No, she was dating Ben Affleck while she was in my film. She was dating Ben Affleck? Yeah, that was when they started. They had first hooked up and whatnot. They came to the set of Jersey Girl. Like, he had suggested casting her. He had worked with her in Gigli. It hadn't come out yet. And he was just like, you should cast this girl, Jennifer Lopez, man. She's really good. I was like, really? You just worked with her? He's like, yeah, but I'd work with her again in a heartbeat. And turns out what he meant was he would have so sex they with her. shared a long time during the movie. They shared trailers in the movie. I guess, yeah, they shared a lot of things, a lot of bodily fluids. They had a lot of sex taking the movie. I would imagine, yeah. They never showed me, and I'd ask a lot. I was like, can I come in and look at it? Let me see. I like seeing things going other things. But they didn't let me go in. Your Ben Affleck is your personal friend? Or? He's a dude, yes. I mean, I guess Matt Damon? I know him. Yeah, I know Ben better than Matt, but Matt, I know them both pretty. Okay. They've been in a couple of your films. They have been. They've been in Chasing Amy, Dogma, Jane Silent Bob Strike Back, Jersey Girl. And Ben Affleck and Matt Damon are, party animals in Hollywood. Are they? Yeah. There was a period. We've seen a picture of them, George Clooney and Brad Pitt. Yeah. Chilling. Yeah. Have you never went with Clooney, Pitt, Damon? I wish. No. I met George Clooney once outside of the Chateau Marmont. He had just made a movie. I guess it was the first movie he directed. And he thought that I'd given it a bad review. I was like, oh, God, I don't review He gave movies. you shit. He gave me a little bit. At first, he was just like, hey, man, you gave me, I heard your site came after my movie. I was like, dude, nah, I don't review movies, and I don't know what you're talking about. And then he was real sweet. And then we chit-chatted for a while, and he told me a wonderful story about egging the house of somebody who gave his movie a bad review, which I thought was really kind George Clooney is one hell of a man. He seems like a good dude, man. I mean, like people I work with, like Matt and whatnot. If I had to sleep with some guy, I think George Clooney would be very high on my list. That's the dude you sleep with? Yeah, or Matthew McConaughey. Not McConaughey. Why? Aim higher. Matthew McConaughey, you heard his laugh? Yeah. That makes you want to, that would make me scared. I hear a dude laughing like that, you know you're going face down. There ain't no chance that you're going the other way. Okay, who would you in all Hollywood? Dude from Stellan Skarsgård, the dude from True Blood. You guys ever see True Blood? Yeah. Vampire show? So you would have sex with him? That young hot guy. If somebody was just like, hey man, all the chicks are gone, I'd be like, line up Stellan Skarsgård. But I think he would be like, I would never have, his name's not Stellan, that's his dad. It's, what's his name? Alexander Skarsgård, I think his name is. Alexander. I think he would be like, I doubt he'd be into me. I couldn't find a dude who'd probably be into me, so I'd lose out. Hey, you're a hot celebrity director. No, but I'm a bottom all the way. At the end of the day, I'm the dude that they would take. So at that point, I wouldn't have my choice. I would have to be chosen. Has it happened? You're a hotshot director. Has a girl come up to you and said, hey, Kevin, I'll suck on your penis. I wish. If you give me a Oh, my God, I wish. That's the casting couch. I wish. Have you never got that? No, because they come up to me and they go, hey, Kevin, where is your fucking penis, man? Because look at that gut. Where do you hide it? And I said, look, give me a chance. 20 minutes later, I'm still looking for it. So, no, I've never been able to pull that off. That's never happened to me. That sucks. Yeah, I don't think I throw off that vibe. But there was a chick
who interviewed me, not like this, but like for a newspaper, but in a similar situation. And I wound up having sex with her. Yes. Yes. And then I Excellent married her. job there, I Kevin. married her and had kids with her as well. So the story falls apart there. Good job. But in the beginning, it's cool because like we fuck, but she your then wife? we keep fucking and we keep married. Yeah. Okay, is she with you on Iceland? She is. She came out as well. Bad choice. And I had. I'll tell you. Bad man, career move there, Kevin. It's a bad move too because I've been here 48 hours. You want to have sex before you leave Iceland. Have not had it. Okay. Yeah. Because if you wouldn't And I brought sex with me. You'd imagine I would be having it, but it hasn't happened yet. So I'm going to make sure it happens before I leave tomorrow. If you would go to Östur or B5, yes, which is a lot of girls go there, you would go out with maybe 3 or 4 or 5 girls. Oh, no, they'd be like, look at the fat American. Now Hey, you're talking they would like chase that me being out. Iceland guy. No, Yeah. no, because they love celebrities. Quentin Tarantino Yeah, came but I'm here not a and he celebrity. They'd be like, who is this man? They'd be like, get me a drink. They think I work all the girls have seen Clerks too. No, yeah, but they if I'm wearing a coat and a long hair, maybe they go, oh, he looks like the dude from a movie my boyfriend Silent watched Bob. once. Yeah. But if it's me, they'd never make that connection once. It wouldn't happen. But we were wondering, is there any girl in Hollywood hornier than Lindsay Lohan? Hornier. Well, I'll tell you right now, it's not my wife. Like I said, 48 hours in Iceland. It hadn't happened yet, so she's off that list. Let me see. Who'd be hornier than Lindsay Lohan? I was thinking about maybe Tara Reid or... Oh, my God. Is she still in Hollywood? I don't know. Isn't she? I don't. Or maybe it's been a long Pam. time since I've seen her. You worked with, when you did Mallrats, you worked with Shannon Doherty, who was Brenda from Beverly Hills 90210. Yes. How was working with her? Was she a bitch At that like everybody point, it was says? cool. She'd just gotten booted off of, whatchamacallit, Beverly Hills 90210. So she was feeling, a bit more, I guess, agreeable or whatever. We got along great, her and I. She had this German Shepherd, though, that she took with her everywhere. Because, a lot of people start fights with her and shit, because she's a little spitfire. So people just come up to her at a club, boom. And she liked to go out to clubs, so she'd get in trouble. People starting fights with her. So she started bringing this German Shepherd around with her that responded to German commands, like flat out from Germany. So she'd be like Schnell, and it would fucking run. Or she'd be like Essen, and it would bite your fucking throat. So that was weird. Like, she'd be the whole time, the mall, we'd be shooting this mall, like, can you tell her not to bring the dog in? This is a mall. And we'd be like, you fucking tell her. The dog's German, man. Like, I don't know German. You tell German. But other than that, she was great. She was fun to work with and whatnot. She broke up with... No, she didn't broke. They had an argument in the movie because Jason Lee farted when she was going down. Going down, yeah. Did that happen really? Or? It's had to have happened sooner or later. Never in my life. I've always been able to... It's pretty tight back there. Yeah. So I've been able to keep the squeakers out of that passionate, intense, erotic movie. Yeah. Okay, so what's your next movie? Next movie, I just got done with this movie, Red State, which I toured around. It's on video now back in the States. I don't know if it's ever coming here. Well, I guess eventually it'll come here on DVD. Most things, I imagine, come here. But they played it at the Reykjavik Film Festival not too long ago. I was also wondering... 2 months back. The black girl in... Clerks 2. Rosario Dawson. Yes. She's hot. She looks like every girl I've ever seen here. Yeah. I'm kidding. We're all the black people. Yeah. This is an island. There's only one black man here. One black man. Is that what? Can I meet him? Yeah. Let's call him. But I was wondering because she was talking about in the movie that you never go ass to mouth. Yes. Never. Oh, do you think she has in her life? Rosario? I asked her. Okay. Well, it depends what you define. Tell me, goddammit! I will, but tell me what ass to mouth is to you. You got to describe the act because people confuse it with two different things. Yes, it's when you have your equipment. Yes. Penile equipment. Yes. You insert it. Yes. Up the. Yes. And then you remove it. Yes. And insert it. Elsewhere, where it probably shouldn't be unless it had been cleaned or a few days have passed. You're talking about the same thing. Yes, okay. Because some people confuse it with just, what do they call it here? No. We're talking about the same. Do you think you asked her and then she said... I asked her. Yes. How badly do you want to know? I kill you if you don't. She said no. Nobody does that. God Only in porn do they do that. Yeah, that's just damn it. porn movies. Yeah. But Kevin, it's been a great pleasure to have you here. Oh my God, so fun being here. And it's 2 for 1 on your show from 5 to 8 o'clock tonight, I know. Yeah, the show's at 8 o'clock. Have a hell of a time. Have a hell of a time, Kevin. Where's that place called?
big glass building. It's called Harpa. Yeah. Harpa. Right on. And we're goddamn proud of it, Kevin, that house. It looks like a good house. Dude, I can't believe there's our over country 1,000. has no money, but we raised that house. So you better not make fun of it. Not at all. I will honor that house tonight. I will rock that house. Honor it, Kevin. I will throw no stones in that glass. We're damn proud of that house. So. I love it. I'll love it up, man, big time. But yeah, there's somebody told me there's already 1,000 people coming. I was like, that's half the population. They have a lot of comic book nerds in Iceland who adore you. We have one who's called Bjarni Torframæður. Okay. And he is, he lives in the store Nexus. We sell comic books. Right. And if he was here, he would be masturbating or dead. He is your biggest fan. He's the guy? He's going to be there. Is he also the one black guy in Iceland? That would be a happy coincidence. He's white and... another white guy? This is the whitest room I've ever been in my life. I came in this room, I had to put on my sunglasses. You guys are very, very white. I thought I was a white guy until I came here. Yes, we're white. I feel like I got soul. And hey, you have to promise me one thing, sir, before you leave. If you ever meet Steven Seagal in Hollywood, say hello from Audi in Iceland. He remembers you. Yeah. From Audi? Yeah, I met him in Copenhagen before his concerts. I went to his concert in Puppethuset. It was a sold out. And then you told him, you were like, hey man, I'm a DJ in Iceland. He's a Steven Seagal fan. I'm a Sylvester Stallone fan. You still like Stallone? Yes. Still like Did you like the... Have you seen Expendables? The Expendables? Yeah. Great fucking movie. You dug it? Yes. It was fun. It was fun. I loved it. I can't wait to see Expendables 2. How deep do you go, Stallone? Will you go to Oscar? The comedy, Stop My Mom Will Shoot? I love the action. Rhinestone? Stop My Mom Will Shoot was excellent because there Stallone showed his comic talent. Yes. But I can't wait for Expendables 2 because then Chuck Norris comes, Jean-Claude Van Damme. Yes. They're Steven Seagal is in that one as well. Bruce Willis is back too. It's gonna be awesome. Yeah. Stinglemd að tala við hann. He played in Die Hard, but we're running out of time. But just one question about Die Hard. Bruce Willis, did he always show up hungover on the set? No. He always, when he showed up, he always seemed angry that we had to make the movie, which I thought was kind of weird. Yeah, Bruce Willis cool. He's very cool. Is he? He's bald, He's man. Bruce Willis, Kevin. Yeah, that's what I used to say. John when I worked with McClane. him, and now I walk away and I'm just like, yeah. Okay, so it was not fun working with him. Is he a dick? Hey. He's not. Hey, Kevin, if you I wouldn't say he's a dick, but I would say he's just not. He doesn't seem to enjoy making movies at all anymore. Hey, he's John McClane. No, that's a character. John McClane. Just like how Rosario never went ass to mouth. Bruce Willis never saved no one's life, jumped off buildings, and I'm pretty sure I assure you, he's I not. Disagree. I disagree. I say I'm with you. Love John McClane. Yeah. But in real life, remember that he's not John McClane. With those words, I disagree. I strongly disagree. He's more like the other guy. The guy was like, Lagið Good Feeling sem að vera við á þessum förstu degi því að það góður feelingur í stúdíun og það er mikið gesti okkur í dag. Já, þú ert búin að þétt bóka, við getum ekki tekið spjall félagarnir, sko. Nei, við ætlum hérna að ringja, við erum bara að ringja næsta föstudag hérna út af því við höfum áhyggjur af, við ætlum að ringja í línu sem að er að afhomma menn, við tökum það bara eftir viku. Ég ætla að afhomma mig, það er sér ekki. En Tiny úr, skal ég ekki segja, Kvarasi er rétt og komin inn í stúdíu, ætlum að taka smá spjall af hann. Akkur sagði þið ekki, þegar Kevin sagði ég var með huge guns, akkur sagði hann ekki on the goddamn air? Já, hann sagði that's some huge guns you got there. Já. Þegar það búið að slaka mikrofónum, það stóð upp. Já, þú passaði það, hlustendur fengi að heyra það. Akkur kommenta hann ekki á, já, ég veit, ég var það högt, hann sagði þetta, sko. Já, en ertu með rosalega byssur. Það svar? Æ, ég veit það ekki, ég er í kolvetnasvelti núna. Ertu í kolvetnasvelti? Ég er í kvötti, sko. Og hvað, getur það ekki kolvetni? Nei, ég er búin að kveðja þau. Það er bara hannig. Og hvað? Út af því að ég þarf að vera næstu viku, ber og ofan, alla helvítist dagana, út af því að Kristófer Degnus, sem skrifar handritið að lífsætni Gillisóttunum, hann skrifar með ber og ofan einhver einustu sinn. Og hvað máttu það ekki heita kolvetni? Ekki, ef ég ætla að feitur, jú, þá ég heiti kolvetni. Ég ætla helst verið í standi þegar ég rýmur ofan, sko. Já, ok, hvað ertu þá að geta? Ég heit kjúkling, ég heit fisk, eggjahvítur, prótein. Vá, shit, ég held að þetta sé leiðilegasta spjall sem ég hef átt á ævinni. Þetta er bara life of the bodybuilder, blöð. Þú veist, sorry, svona er þetta bara. Já, en þú ert líka bodybuilder. Já, ég meina, en þú veist, en síðan leiðu þú í búin í tökum og hendi alveg carbs aftur í gang, sko. Þetta er bara tímaböndið. Þú veist, slæmt út að það virkar, það tekur heilin á þér, gengur á kolvetnum. Sér ekki hvað er sljór? Það útskýrir margt. Það sér ekki hvað er sljór í dag? Já, í dag? Þú ert búin að vera lengi á kolvetnisveltið það? Þetta er þriðja vikan, ég við ekki hérna. En hérna, þá veist ég er ekki svo að tala um það, sko.
En við bara tökum Tiny inn, heyrum hann í gang og síðan kemur alltaf íslenski draumurinn. Já, ég hlakka mikið til að ræða Fjölnir Þorgeirsson. Ætli Fjölnir nenni að ræða við okkur MLB þessu sinni? Sko, málið að sem ég finnst bara að finna niðan allar hellur. Alltaf þegar ég kveikja á The Sun og kemur eitthvað nektarmyndir af þessu MLB sem alltaf bara eitthvað á jöllunum. Hörðu, þá er alltaf að tala fyrirhundi kærastana sína og kynlíf þeirra og eitthvað. Ég hef ekki séð eitt viðtal við Fjölnir þegar hann talar hvað djöfulinn þau var að gera þarna. Nei, hann kom til okkar sveppa sko, bæði 70 mínútur á strákana. Þá voru við mikið að reyna að spyrja hann. Hann vildi aldrei ræða þetta, sem rosa skrítið. Ég hefði verið með MLB, þá var þetta sem leina sem ég myndi tala Já, ég minna, þú veist, talað þetta maður. What's going on? What's going on? Ég minna, hún gerir ekki annað en að segja þú veist, hvað Fjölnir og hvernig kynlífið þeirra var og alla aðra kærastan og hann grjótheldur kjafti. Já, við náum þessu upp úr rúminu eftir. Það bara þannig. Já, við skulum fá Crazy Bastard og svo kemur Tiny inn í seti. Þá komið að því. Eldhúspartí FM 957 að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Klumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður 5. 17. nóvember. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magazine. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í Eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 5. degi í morgunþættinum Magazine draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Dansvænasta plata ársins komin út. Mesopotamia með Sigur. Komin í allar helstu plötubúðir. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Bertoni jakkafötin komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Epli flytur fjöll, epli birtir þér ástvinniðina, epli tengir þér við umheiminn, epli lætur heilan fljúga hraðar, epli skemmtir þér alltaf, epli vinnur hraðar til þess að þú geti notið lífsins. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Ég alveg hættur að veita fólki 3 óskir, það endar bara í einhverju væntingastjórnunarrugli. Nú sinni ég bara alhliða þjónustulausnum á heildarsviði. Nú enn auðveldara að ná sambandi við þjónustuanda Vodafone. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Já, bara alhliða heildarlausnum á þjónustusviði. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nælduður í eintak í næstu verslun. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Lifandi tónlist á Gauk á Stöng. Föstudagur, Sigur með rafmagnaða tónleika. Laugadagur, Gísli Pálmi með svakalega rappstund. gaukurástöng.is. Reebok Fitness líkamsræktarstöð opnar í Holtagörðum í dag. Opið hús með 100 jóla spinningtíma, ráðgjöf engaþjálfara, DJ í tækjasal og alls konar uppákomum. Reebok Fitness, Holtagörðum. Allt fyrir heimilið, fjölskylduna og þig. Sjáumst, Smáralind. Jól í Bíkó. Nú eru jólaljósin komin í allar verslanir okkar. Bíkó byggir upp jólastemminguna. Vorum að taka upp nýja sendingu af milljónum. Lifðu þér smá lottó. Stjarnan og Snæfell mætast í kvöld í æsispennandi viðuregn í Icelandair-Pressdeildinni. Fylgist með þessum stórliðum í beinni sjónvarpsútsetningu á Vísi. Á mánudag vann Snæfell Stjörnuna í bikarnum í Garðabæ með 1 stigi. Hvað gerist í kvöld? Leikurinn hefst klukkan 19:15. Vertu með í körfunni á Vísi. KFC hefur opnað nýjan og glæsilegan stað í Sundagörðum. KFC alltaf í leiðinni. Komdu við.
KFC, svo gott. FM 95 Blöð í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blöð. Já, það FM 95 Blöð með ykkur hérna á þessum föstu degi, 2 harðir og það styttist í Fjölnir Þorgeirsson en það annar gestur mætti til okkar, það Tiny, söngvari eða rappari í Kvarasi. Vertu velkomin gamli. Já, takk maður, hvað segir gott? Herru, við erum góður eins álur. Ég mjög fín. Hvað að frétta Kvarasi þess að danna? Þeir eru með útgáfupartí í kvöldið, ekki? Jú, besilega, búið lítið að frétta okkar þannig sem við erum að gefa út þessa plötu sem satt diskur af myndefni og hérna svona best of plata. Já. Og þetta er raun og verið gert vegna þess að það er bara í kjölfæri náttúrulega af sumrinu og sem tónleikum og gríðarlega eftirspurning eftir Kvarasi efni og það er bara ekki til. Já. Og hvergi fánlegt, þú getur ekki fengið Kvarasi-plötu einstæðar, þannig að við ákveðum að búa til svona heildapakka og gefa hann út, sko. Ok, vel gert, en þið eru alveg hættir að spila, eða? Já, það er búið. Hvernig stendur á því? Þið eru búin að fylla hérna bara alla staði, akkur ekki að mjólka þetta eins? Go out with a blast, maður, það er málið. Að mjólka þetta, það er ekki nóg mikið greis í því. Það er mörg bönd búin að, þú veist, gera comeback og mjólka alveg út í eitt, maður. En þetta er svona á að enda, sko. Það er endar mjög oft svona einhverju comeback tónleikar. Já. Hvenær koma comeback tónleikar Mercedes Club-bíl? Það er helviti ykkur spurning. Já. Það er kannski, ég veit ekki, fyllu höllin einhvern tímann. Þeim við vantar möðun í. Það er stórleik marg. Ef að Mercedes Club fyllir höllina, þá skal ég hlaupa nakin héðan og upp á Akranes. Ég skal lofa þér. Það verður að vera en þá er ég að tala um að fylla höllina fólki. Já, ég meina að ég get lofa þér, ég myndi fylla höllan eitt, sko. Þið geti ekki fyllt stað. Eitt á hljómborðinu. En hérna, já, þannig að þið eru ekki að spila á prikkinni í kvöldi? Er þetta bara að fá sér bjór og hilsa upp á liðið? Já, þetta er eitthvað þannig. Það verður, sko, Finnir sem á prikki, hann setti trommusettarna og setti mikrofónana. Þannig að þú veist, ef fólk er einhverju góðu geimi, þá kannski taka hann í mækinn og Sölvi kannski grípar hann í trommusetta og eitthvað svona, sko. Ok, hljómborð fyrir eiginlega? Má ég vera að mandar ykkur hljómborðsleikar það? Fuck, maður, nei, því miður, það kemst ekki fyrir. Þannig að það er aldrei að veitum að þú grípir í mækinn? Hvað segir ég? Já, geta alveg vel verið, sko. Og hérna, þú veist, maður loðar ekki neina en það eins og, þú veist, hann sagði bara við okkur ég seti alltaf trommusett og mæka hana og þú veist, þannig að ef við erum í feeling þá, já, kannski hver veit, sko. Já, ok, en hvað ert þú að gera eitthvað sjálfur þess að dana? Eitthvað svona solo project eitthvað? Já, ég er eitthvað að vinna, það eftir að koma betur ljós. Ég er með aðra hljómsveit líka sem heitir Music Zoo og hérna, og síðan er að vinna sóletni, ég var að spila með á rapptónleiku núna, laugardaginn en þú veist, það er svona bara, ég er hægt að róla að koma mér inn í þetta aftur. Ok. Eftir langa fjárveru, sko. Já, þú hættur í rappina í smá tíma? Já, alveg góðan tíma, sko. Erfitt lífið, Egill sagði mér hérna í síðasta þætti að tónlistarlífið væri hrikalega erfitt. Þetta er erfitt líf, sko, það er bara hannig. Hann var dreginn að sviðinu og var fullur í 3 mánuði þegar hann var að túra með Mercedes Club. Var það svipað í ykkur í Kvarasi eða? Ég meina, þú veist, það var alveg 4 á okkur alltaf, sko, og maður kelt partíinu kannski aðeins svo lengi gangandi, sko. Nákvæmlega. Þú myndir ekki handa þetta. Varst að lifa þú mikið inn í rappi? Varst orðin nettur kongur? Já, ég meina, þú veist, bæði fyrir og eftir maður, en ég hef búin að vera hiphopari síðan ég var 11 ára gamall, þannig að þú veist. Ok. Þannig hérna, já, þetta er erfiður lífstíll, það er bara hannig. Það er óregla sem fylgir, sko. Já, tónlistin, já. Enda þú ert að spila á kvöldin og þá eru menn að sippa eins í sig og... En ég get samt ímynda mér að það hafi verið svona meira stuði kringum kannski Kvarasi heldur en Mercedes Club. Þeir voru í Japan og svona. Þú greinilega ekkert verið að mæta mikið á tónleika með okkur á sín tíma. Nei, það er líka góð ástæði fyrir því. En ef þú spila með Mercedes Club, það er svolítið bara eins og að byrja í eftirpartíinu, eða ekki? Já, það var góð stemning, sko. Ég fór bara til eftirpartíinu kl. 6. Vandamál er bara allir hljómsveitin drekk ekki, sko. Það er málið. Gasmaður náttúrulega bara að drekka prótein og búið, sko, og CRS4 og aldrei drukkið á ævinni, sko. Já, ok. Þannig að þetta var svolítið bara ég hérna eitt bara með kóróna og allir edru og eitthvað. Þannig að þetta var, þú veist, en ég með þetta því, þú veist, ég var á hljómborðinu, skiljur. Það var ekkert alltaf í sambandi, þó ég kunna það. Og ég var bara eitthvað svona, ok, maður spilaði náttúrulega og ég fann mér einn öður. Já, akkur ekki. Og þú veist, ég hef ekki alveg meggað þetta, ég veit ekki hvernig gasmaðurinn og sérust þeir fóru, þeir ekki alltaf blá edru. Já, hvað, veist, hvernig er að túra með hljómsveit, vera á, sko, rútunni og allir að drekka prótein? Þú veit. Ég hef sagt ykkur eitt, maður, ég fór aldrei á svið ef ég er búinn að fá mér í glas, maður, þá gleymi ég bara textum, sko. Já, það er ekki hægt sem rappari. Það er mjög þægilegt að fara á svið, þó sért búinn að fara í glas, ef að hljómborðið þitt er ekki eins og tengt. Já, ég er að segja. Hvernig geturðu klúður að því ef það er ekki eins og búið að tengja hljómborðið þitt? Þú þarft að hérna... Hörðu, sko, ég lendi einu sinni, tjöfull alltaf að vandræða, motherfuck. Ég var hérna Blöndósi, íðurdósinu þar.
Fylltuð íþróttahúsið á Blönduósi? Hörðu, með sálinni. Þetta var sálinn og Mercedes Club. Það var tróðfullt. Það reyndar aldrei ball. Já, hörðu. Síðan var einhver partyflippari fremst á sviðun. Ég fekk bara að lána hljómborðið á sálinni. Sagði má ekki henda mér hljómborðið á þér? Jú. Ég bara tók það, skilur, rándið hljómborð. Ég ætla að byrja á því að slökkva því þegar ég kom upp á sviðið, sko. Hörðu, síðan var einhver partyflippari sem var fremst á sviðinu sem sá oftakkan og bara svona kveikti á því og ég var sko, ég hinum megin, ég gæti ekki svarið að skotta sinni mig og slökka hann, ég byrjaði að veist út og þá fór ég alltaf að berja og þá heyrðist, skiluru. Lendur í Milli Vanilli upp á kominu? Já, sökkaði þessu. En ég var með, ég náði að blikka hérna gæjan sem heldur á shitinu. Já, en hafði það áhrif á sem sagt ykkur, mannstu í Eurovision, þeir rulluðu fórkeppninni sem sagt og komist í úrslitakvöldi en þá var breytt reglunum að þeir urðu að syngja live eða ekki? Jó. Það er að syngja. Það fárlega reglur eru það, óngrís. Já, þannig að það hefði... Þá ekki bara að hafa þetta á geisladisk. Þannig að svo fóru Friðrik Ómar og þau áfram með ekki. Og skeitum á bak. Nei, þau voru Íslandi til sóma hann úti. Íslandi til sóma? Ekki bara sjúa hann, eða? Það var virkilega gaman að fá þig, Tæni. Herri, gefum mig það á þetta shit. Já, við erum alveg að gleyma ykkur hérna með. Já, við sko... Það er ekki að komast að fyrir þessi heka hérna. Nei, það er að fyrir líka Fjölnir Þorgeirs mættu, Sverrir Bergmann mættu, við erum allt á þetta dagskrá. Þetta er óþolandi. Þannig við ætlum að gefa hérna miða, þannig að að gera að ringja á 511-0957. Við skulum fá Hattavei á meðan við gefum með hana. Flott. Yes. Á þessum förstu degi, það styttist í Fjölnir Þorgeirsson og dagskrárliðin þar sem að Sverrir Bergmann kemur og breytir einhverju lagi fyrir okkur strákana. Big Swestman. Já, Big Swestman, þannig að það er nóg framöndan hérna hjá okkur strákunum en við vorum að spája að prófa núna í fyrsta sinn on air, síðast gerðum við þetta gegnum síma. Það er semst, við vorum búin að taka þau upp. Við vorum að spája að prófa að taka 2 harðir, leysa vandan. En þá þurfum við að fá, sem sagt, við erum búin að gefa alla kvara sem með hana fyrir ykkur sem er að verið hvaða vandamál sem er og þetta getur verið vandamál, þú veist, í vinnunni eða í ræktinni eða í sambandinu, vandamál með konuna, þú veist, bara vandamál. Hver á ekki vandamál? Þekkir eitthvað sem á ekki vandamál eða? Fjölnir Þorgeirs. Já, hann er eini gæinn í landinu sem er ekki með neitt vandamál. Já. Hann er ekki að fara að hringja, hann er á leiðinni, sko. Hvað með alla sem er hlustað hana, sem er núna bara sem eru að geða ekki, okkur vandamáli. Já, þannig að núna þeir sem er að ringja út af hvað en álega Heiðar Ösman sagði á gröðan þið lendir bara í því að einhverjir krakkar ringja og prumpaði síman og skella á. Nei, ég treysti á hlustendur okkar núna. Málega nú spurning bara, hefur Heiðar Ösman rétt fyrir sér eða fáum við álur vandamálin? Við ætlum að prófa þetta, 2 harðir, leysa vandan. En við ekki láta Sverrir Bergmann hringja 2 harðir, leysa vandan. Getur þú komið það? Sýndu það nú. 2 harðir, leysa vandan. Takk fyrir þetta. Herðu, við skulum fá hérna FM95 Blöð, góðan daginn. Já, halló. Já, góðan daginn, hvað segirðu? Ég segi bara allt í mörgni gott. Hvað heitirðu? Dagný heiti ég. Velkomin í 2 harðir, leysa vandan, Dagný. Herru, já. Hvernig líður þér? Herru, ég bara hefða stórfínt. Er það ekki? Jú. Aldrei verið betri? Aldrei verið betri, það er eitthvað málið. En þú ert með vandamál? Herru, já, svona pínu, stund. Ok. Ætlaðu að leysa það? Já. Byrja aðeins, já. Við erum að fara að leysa það, er bara þannig. Já, komdu með það. Herru, maður getur verið svolítið einmanna svona á kvöldinu svona. Já, Big Swest getur bjargað því. Það er búin að leysa þetta. Sverrir Bergmann, þú ert að fara í útkall. Yeah. Ok, út einmann á kvöldin. Já, ég veist maður, það er svona sem er að kúra í leiðilegu og langar að horfa, eða er að horfa á mynd og svona. Hvað býrðu svo ég geti ímyndað mér þetta? Herru, ég bý í Hafnarfirði. Ok, þú ert einmann á virkudöðum meðan helgar að bæði. Ég bara, þú veist, bara svona stundum. Ok, og þú vilt laust með þessu þá, eða? Já. Væru til í að hot guy með þér hana upp í rúm til þess að, þú veist? Það er alltaf gott að kúra, sko. Já, þú vilt kúr? Já, það er maður svona, já, svona kúru. Þú vilt eitthvað kúridýr? Já. Ok, þá er allir ekki að vera að senda Fjölnir Þorgeirs til hennar, það er bara þannig. Nei, það er meira Svessi. Hann er ekki að fara að kúri í 1 sekúndu, ég lofa því. Svessi hattar ekki gott kúr. Nei, ég sagði ekkert 1 sekúndu. Nei, en þú vilt ekki leita kúri og kynlíf, þú vilt bara leita kúri, búið. Ég sagði ekkert bara kúri. Nó, ok. Hvaða? Sko, ég er með hérna með mér Sverrir Bergmann sem hefur verið með slagar eins og Án þín. Já. Hann er currently single og hann er svolítið kúridýr. Já. Svolítið kúridýr. Hann getur líka gefið einn gran í tarðan fyrir ef hann þarf þess. Þetta er börnum mín að hlusta. Það er búin að vara okkur við þess að maður. Herðu, var ég ekki beðin að leysa hann á vanda? Jú, við erum að hjálpa henni. Hvað áttu mörg börn? Þetta er okkur. Hvað áttu mörg börn? Herri, ég á 3 börn. 3 börn, ok. Já,
En við erum bara samt tvær, ég og prinsessan minn, sko. Já, ok, og hvenær hendur þið með rúmið? Þau fara bara einhvern tímann í rúmið, bara að hústa. Svona, kannski 9:30 eða hvað hannig? Ef ekki orðað þannig, þau fara í rúmið þegar Svessi mætir? Já, spurningu er að búin að grýta þið með rúmið áður en að Sverri mætir, sko. Það er ekki bara að útskýra fyrir þeim eitthvað, þú veist. En áttu þér einhvern svona, að því að ok, við vorum náttúrulega að stríða þetta Sverrir að því hann er nú mættur og er að fara að spila nýtt lag fyrir okkur eftir. En áttu þér einhvern svona draumamakker á Íslandi eða svona, einhvern svona celeb sem við getum hringt í fyrir þig? Herðu. Já. Allt í björn. Er það Týrin? Koma valtarinn. Viltu að valtaran til þínu? Viltu láta valta þig helgina? Alveg ómögulega. Nei, ok, hvað með eitthvað? Nefndu bara eitthvað nafn, við plöggu það. Alltaf, í alvegni? Það er bara þannig. Bara eitthvað nafn og þið plöggið því? Tveir harðir, en að syngja stefið. Tveir harðir, leysa vandan. Nákvæmlega, það er svona frá að gera. Herðu, þið með samt ekki spilast í beinni útsendingu, sko? Nei. Ég veit ekki beinni. Við myndum aldrei fara að spila þetta beinni útsendingu, ég skal lofa Þetta er ekki beinni, ekki vera að pæla í því. Hvað heitir Hvaða úrvalið í gangi? Bara út með söngvara, leikara, út með rithöfund. Bara nefndu bara einhvern gæja. Komdu með einhvern nöfn, einhvern fætastrákar. Ertu hrifin á söngurum eða leikurum, hvort? Bara bæði. Bæði. Íþróttamenn? Athletes? Nei. Ok, á hvað aldrei ertu? Herðu, ég er alveg korning, ég er rétt 30. 30? Ok, best aldrei. Viltu eitt ungan, ferskan, eða viltu hafa hann? Herðu, ég er ekki kúker, sko. Ertu ekki að leita svona Demi Moore syndromunu? Nei, svona svipum aldrei, ég er bara fín, sko. Ok, eitthvað svona kringu 30, hvað með Ingo Veðuguð til dæmis? Ingo the Weather God? Ekki mín típa. Ok, hvað með... Hver eru á lausu hérna svona? Nákvæmlega. Já, þú veist, það er nöðsölið það ekki? Það er mjög nöðsölið. Sko, hvað með... MC Gauta? Jú, ég hef örugglega séð en ég man bara ekki eftir honum. Já, það er enda gaman, það getur bæði kúra með þér og leikið við Ég held bara að lausnin kom fyrst. Sverri Bergmann. Drullu flottir strákur. Já, líka, þú veist, líka hérna, þetta er svo góð sá, þetta er svona góður, hann kúrar alveg með þér og hann er ekkert að hugsa allan tíman hvernig hættir þetta helvítis anskotas kúr og hvernig fara að gera eitthvað djöfulinn. Hún er fyrst gaman að kúra, sko. Já, það er ekki verða. Þannig, getum við ekki bara, hvað er þetta heima? Hafnarfirði? Hafnarfirði. Já, og segja bara Sverri, farið í Hafnarfjörð? Já, ég svo. Hvað, finnst hana bara? Hvað heitir þú? Dagný. Dagný hvers dóttir, út af við Facebookuðu bara og Sverri sendið þér einhverskilabóð bara þegar hún er komin heim. Dagný Hrakfallabálkur. Dagný Hrakfallabálkur. Það er enda rándið snart. Það er, að segja svolítið fyndið, Sverrir er líka Hrakfallabálkur. Þetta er stórgáðslega. Líkt tilviljun. Hörru, viltu fá hann, viltu milli fara niður til þín bara strax í kvöld, eða viltu fá hann á morgun, hinn, helgina, mánudaginn, þriðjudaginn, sunnudaginn? Hann má bara senda mér, skilabóð. Ok, hvað með, koma alveg, sunnudagur? Eða ekki eitthvað svona, þú veist, sunnudagur? Jú, er það ekki bara... Og kannski rigning? Laug? Viltu vinna með laug? Laug, það er fínt maður. Ok, hörru, Sverri Bergmann og afmæli á lauga á sunnudaginn, maður. Hann á afmæli á sunnudaginn, já. Pældi því. Já, við bara tökum á með trampi á miðnætti. Það er bara þannig. Ég veit alveg hvað Dagný er að fara að gefa Sessa í afmælisgjöf. Herru, takk æðislega fyrir þetta, Dagný. Við sendum hann til þín og þarna hafa tveir harðir leyst vandan í fyrsta sinni beinni útsendingu. Takk. Takk fyrir síðan. Herru, við þurfum að ræða þetta eins og Svess og eftir. Nei, þetta er ekki búið að ræða þetta, sko. Já, ég veit það, nú veist, það kannski var að segja sína hlið á sig því að hann er hérna næstur með splunkunýtt lag sem hann er búin að breyta og Egill valdið aftur og ég minni á hlustendur þurfa núna að velja. Hvað valdur þú? Baby I Like It eða ekki? Ég valdi Pitbull og Enrique Iglesias með Baby I Like It. Það er hérna strax á eftir. Þetta er ekki första slag. Nei, þetta er bara... Þetta er hérna að drepa fólk úr leiðindum. Þetta er bara sem er verið að spila hérna núna. Já, bara, veist, án gríns, sko. Þetta er partí í tíminn. Reyna að læna fyrir okkur Coldplay eitthvað hérna í næst, kannski. Coldplay? Já. Ok, hvaða lag viltu næst? Coldplay? Hvaða lag viltu? Ég hörði, látum bara fólk hengja sig á Íslandi. Bara það kemur á vísi.is bara 100 manns hengdu sig. Þetta er bara Coldplay. Föstudag, sko. Á hvaða lag viltu? Ég væri til í David Guerra með þarna, shitið þarna. Hann er með blökkumannunum hana og þeir eru eitthvað, hjálpaði mér maður, blökkumadurinn sem með honum. Skeytir ekki máli. NTS og hérna... Tiesto og Busta Rhymes. Já, það er good shit. Tökum það, en það er hér á eftir, en núna er hann mættur til okkar, hann Sverrir Bergmann. Sverrir Bergmann er mættur í stúdíóið hjá FM 957. Takk fyrir það, Sverrir. Já, takk, Sverrir. Herðu, við vorum að leysa vandan hérna. Já, ég var varðið það, þetta var skemmtilegt. Já. Og takk fyrir að taka þátt í þessu skemmtilega. Já, þú ert eindisluðu maður bygg svo þess að það er Takk. Við vorum að skoða mynd af hérna skvísinu, þetta er bara huggulega stelpa með tett og allt. Ég held að allir hlustendur okkar séu mjög good looking. Já, það held ég líka.
Því að þú veist, málið við fólk svona hugsa, good looking fólk, hlustar á good looking fólk. Já, það er einhver svona regla. Skilur, fattar eitthvað að vera. Það er bara hannig. En málið að hérna, sko, Big Chubby Swess ætlar að taka lag. Já, nú þegar... Og Halldór Gunnar. Sko, Enrique Iglesias hringdi mestara Pitbull og fekk hann að taka lag með sem heitir Baby I Like It. Og hérna, textin hann fyrir fram að þig á skjánum. Og þú ert söngfugl. Takk fyrir. Söngla þetta drast. Ég ætla að söngla þetta. Ég ætla hérna... Það get ég aðeins hægari útgáfu. Þú veist, ég ætla samt að minna þig á að það er föstudagur. Það er ekki takt að taka þetta lag alveg, það er bara kjálega. Mér finnst þess að þið bara, það er sunnudagur í ykkur félögum. Hvað meinar það? Það var hörku fjör í síðasta lagi. Já, slakaðu. Hvar varst þú? Hann er að koma hérna og búin að breyta lagið fyrir þið. Vertu ekki svona vanþakklátur? Ég er ekki vanþakklátur, ég bara... Heyrðu lagið fyrst, svo skulum við dæma. Eru þið tilbúinir eða? Já, við erum klár. Við leiðunum að gera sér kláran. Halldór klár. Ok, ef við ekki spila lagið og þeir spila lagið og svo ræðum við hvað fannst um okkur. Já, tölum við fyrir maður sem ég ætla að tilla mér í sófan og halla mér aftur nú. Já. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Bananar eru líka sagði góði við sinnadrætti, en það eru þeir stútfullir af bætiefnum. Út af bætiefnum. Já. Oh, a game. Það búið að fresta mótinu sko alveg þar til 15. des. Það er bara, er þetta ekki fyrsta skipti síðan að NBA fyrir loftur? Nei. Nei. Ég er alveg með það. Tíunda skipti. Þetta er ekki að staður. Nei, þetta er mjög hótt og gott. Þetta er mjög hótt og gott sko. Ég var eftir að spæði því að ég fæði svo mikið sinadrátt í kálfana og það var einhvers sem sagði að það væri gott að bara banana. Er það bara Sinadráttur banani. Sinadráttur banani. Magasín. Alla virka mótna á FM 957. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðinn í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettakalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum við út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfisi í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Dansvænasta plata ársins er komin út. Mesopotamia með Sykur. Komin í allar helstu plötubúðir. Eldsmiðjan, taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opinn dagur í Listaháskóla Íslands, Laugarnesvegi 91, laugardag milli 11 og 16. Allir velkomnir. Listaháskóla Íslands. Coca-Cola kynir gamanmyndina Tower Heist. What you trying to steal? $20 million. Bráskemmtileg mynd í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush-Hour myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kortum. Ski hats. No, ski mask. It's gonna cover your face. Tower Heist. You know this is a bad idea, right? Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri.
Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Samfilm kynir. Frá leikstjórunum Michael Bay kemur ein flottasta mynd ársins. Transformers 3, Dark of the Moon. Komin á DVD og Blu-ray. Fyrri myndirnar einnig fáanlegar. Allt fyrir heimilið, fjölskylduna og þig. Sjáumst Smáralind. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þetta good shit lag. Núna var allir dansandi, þú veist, komin í gýrin. Já, þetta var svona partífílingur. Þegar ég stjórn á tónlistinni, þá allt að gerast hérna. Já, ég var alveg bara til að fá að heyra í fólki við skulum reyndar ekki ræða núna því að við höfum lítinn tíma með þessa því að Fjölnir Þorgeirsson rétt og kominn. Það er ég að pæla eitt. Íslenski draumurinn á leiðinni. Það er að pæla eitt blöð. Þú verður að drukja svona Gatorade-drykk eða ekki? Gatorade? Nei, ég meina sko, ok, þú segir Gatorade. Já. Af hverju heldur að það sé borið fram Gatorade? Ég vil meina, og ég nokkuð veist sem ég á réttunum að það sé Gatorade. Það er eitthvað ruglað. Nei, Jólurni, hvernig veist þú af hverju heldur það sé Gatorade? Af því að maður segir Gatorade. Af hverju? Af hverju? Af því að drykkurinn heitir það ekki? Kannski bara því að einhver gæi byrja að segja það vitlaust og allir að segja það vitlaust á Íslandi. Hvað sagður maður ætti að segja? Gatorade. Gatorade. Vá, farðu að borða kolvetni. Gerðu okkur öllum hérna að segja þér það. Það er Gatorade. Ég skal lofa þér, ég skal veðja við það Gatorade. 1-800-884-2867 núna, tikka þetta inn. Hæ? 1-800-884-2867, The Gatorade Company, Gatorade Company. Ég ætla að fá þetta á staðfest og ég ætla að setja að það er svo mikið K.O. í andlitaður. Það er bara hannig, ég segi 100 áskall, það sé Gatorade. Ok, ertu núna að höstla með? Er þetta eitthvað sem að þú veist að er eða? Ég meina, take it or leave it. 100 grand. Ok, veðjum við på eitthvað sem að maður borgar. Þú borgar þetta alveg, kúkapeningum? Ég kúka ekki. Húsvarnanesinu, áti í yngrestinni? Ég kúka ekki peningum. Það er ok, maður segja, ég er búinn að hringja í þetta Ok, semst, veðjum upp á kassabjór. Ég segi að maður eigi að segja Gatorade. Það er kolvetni bjór, sko. Já, ég get þetta áttan bara. Það ætlar bara aldrei að drekka bjór aftur, af því ég langar svo að vera svo grannur og fitt. Kannski þið er búin í göttinu. You're welcome. Hörðu, hún sagði það er kannski hún hefur eitthvað að vera miskilvægt hana. Ég held ég sé búin að vinna þetta. Nei, málið þetta er kannski bara eitthvað klikkukelling, skiljur, sem er bara hún er að vera að reka það akkurat núna, sko. Bara tell it right. It's Gatorade. Hörðu, getur þú sett svo? Býttu þetta ákvæmlega í heg. Það segir stay on the line. Skulum bara spyrja hana. Þú vilt meina að maður segja Gatorade, ég segi Gatorade. Ég er 99,9% þess að segja Gatorade. Hvernig getur þú svona litli þegar hún var með þess að segja það? Þetta heldur sé enga líkur því að bara einhver kettlingaði fengið vinnu, skilur, og hún kunni ekki að segja þetta rétt. Á símsvaran hjá fyrirtækinu? Og yfirmaðurinn er bara, could you please tell it right, Lisa, for the love of God? Heldur það sé bara ekki séns, eða? Býtum, það hlýtur eitthvað að svara þetta. Já. Fallið það sem við fáum þetta? Hörðu, hafði þetta túli? Nei. Jú. Ég má alveg, kannski ég var að hugsa hvort þetta færi læta af kóróna. Nei, kóróna er alltaf. All of our representatives are currently busy assisting other customers. Það er enginn að tala Please remain on the line, and your call will be handled by the next available representative. Já, hún lítur að vera þetta inn. Nei, Fjölnir Þorgeirsson er að lappa hérna hurðina, maður. What a man. Sælunur. Við erum að útklæða hérna smá veðmál. Amen. Smá veðmál, Fjölnir. Tiltuðu niður og slaka á. Við lofum, við ætlum ekki að ræða við MLB og þetta. Ekki eitt orð. Ekki eitt orð. Ég held við getum verið að sleppa þessu veðmáli, sko. Akkur? Nú, hér er okkur lengi að fara í gegn. Við erum the next caller. Hversu margir að vinna á Gatorade þarna? Svo er ekki þetta heiti Gatorade? Jú, við ætlum að hafa þetta neutral, Gatorade, þá getur annarkvar eitthvað rétt fyrir sér. Það er Gatorade, ég get lofað þér í. Ég er að vinna hann í kassa. Mér er sama þó ég verði, ég þarf að bíða hálftíma. Þetta er símtalar að fara inn. Það er bara þannig. Thank you for your patience. Svaraðu! Your call is very important to us. us. Svaraðu þá. Hold for the next available representative. Your call is very important to us. Það er ekki, þú veist, hversu flókið er bara pick up. Pick up. Af hverju er fólk að ringja hana? Nákvæmlega, það er enda góð spurning. Það er okkur svona rosalega busy. Bara, fekk ekkur slæman Gatorade og bara... Can I help you? Yes, hello. My name is Þykkur and I'm calling from Iceland.
And I was wondering if you can help me a little bit. I'm having a bet with my friend, and we were arguing. Is your drink, Gatorade, is it pronounced Gatorade or Gatorade? Gatorade. Gatorade? Are you sure? Yes. God damn it! Because I'm pretty sure it's Gatorade. Oh, it's Gatorade. The reason why it's called Gatorade is because of the Florida Gators. The Gators? Because of the alligators? Mm-hmm. Okay, but, nice. Are you sure? I'm losing $100,000 on this bet. Are you sure it's not Gatorade? I'm sure. Is it because I'm gay? Is that why you're telling me it's Gatorade? No. What's your name? Cassie. Kathy. How old are you? 25. What are you wearing, Kathy? Excuse my friend, he is a sex addict. He is a sex addict. Okay, No, so you're telling me it's Gatorade, not Gatorade. Hvað að þér, Óðinn? Hvað? Þú sagðir, what are you wearing, og hún skellt á. Hún var búin að segja okkur að þetta væri Gatorade. Þetta er heimskasta og vittlausasta veðmál sem ég vitaði á æfum minni. Það er að borða kólfinni, gera okkur öllum greiða við til að fá Fjölnir Þorgeirsson. Akkur settur ekki 100 kall á þetta? Hvað segir? Ég seti kassa bjóri. Jæja, góðir hálsar, þá gestur þáttarins mættur og það er rándýr gestur að þessu sinni. Þetta er íslenski draumurinn eins og hann kalla sig, Fjölnir Þorgeirsson, vertu velkominn. Takk fyrir það. Ég er svo ánægð með þetta nafn, íslenski draumurinn, þetta er svo grjóthart, sko. Ég sá það, byrjaðu með þetta nafn í Wipeout, ertu búin að vera með þetta lengi? Nei, það er bara, þetta kom á mig bara, ég bjóð þetta ekki til sjálfur. Þú varst ekkert heima bara, hvernig jöfnlan að kalla mig með það? Nei, ég meina, það var bara, og ég er bara eitt Fjölnir Þorgeirsson. Það er hárur rétt hér. Þú átt bara að tala þau segja um íslenska drauminn. Já, það er bara þannig. Já, eða bara stytta í draumurinn. Draumurinn mætur. Draumurinn. En það er nú eitt draumur í hestónum líka, sko, en þess vegna var það eiginlega að koma íslenski draumurinn undan, sko. Já, ég er eitthvað gæði þar sem heitir draumurinn. Já, grjótharður gæði. Eitt grjótharður, sko. Já, það er óþolandi. Óli draumur, hann kallaði. Óli draumur. Mér finnst líka að það er gaman að leika sem þetta á ensku. Þú er náttúrulega ferðast mikið, bæði hérna út af fyrirhandi kærustuðinu og svo varst að keppa í snooker og annað. Varstu að kalla Fjölnir Þorgeirsson eða hvernig var það? Nei, þá var ég kallaður The Iceman eða... The Iceman! Eða Rocky. Þetta er svo rándýrt. Ömulega nöfn, maður. Kjóðu þetta ömulega nöfn. Hvað varstu kallaður? Þú varst erlendisfjölni. Iceman og Rocky. Það veist bara 2 hörður til nöfn í eitt. Rocky nafni kom heldur flott út, sko. Hvað kallaði Mel Bíði? Hvað sagði hún Fjölnir? Fjölnir? Það var Fjól. 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 This is my boyfriend Fjól, sagði hann það bara við Victoria Beckham. Akkur letur ekki kallaði Rocky eða Iceman. Það var bara ekki bóðið þá. Ertu eitthvað í sambandi við hana? Þú veist að við höfum alltaf mikið á... Guðana bænum ekki taka Mel P pakkan á. Nei, herðu. Það er bara rándýr í gesturinn farið. Herðu, veistu hvað, það vilja allir vita þarna úti Fjóli og Bay. Fjól. Var hún bara svona, hey, yo, Fjóli, we may go grab some bay, maybe shack a little bit. Veistu, það hún tala með svona breskur heim, eða ekki? Er hún ekki með svona breskan heim, eða? Nei, ekki hennan. Sagði hún shag? Við vorum bara vinir. Já, ég mitt. Ok. Sæti þessi ruggli núna. Þessi var helvít. Þessi var góður. En það er bara ekki, en við verðum ekki að staldra lengi. Þessi svarta sem var svo út í Wipeoutinu. Djóðar hún við. Já, hún var alltaf konsvört, maður. Íslenska svarta. Hvað kallaði hún þig? Big Man. Já, Big G. Big G. Við reynda, það var eina skitan að Fjölnir var ekki með okkur í Wipeout hóp. En þið klúruðu líka alveg stemningu fyrir okkur. Þegar þið komum, það voru æluslettunar út allt hótel og búin að loka sundleginu upp á 15. hæð og vínbann komið á líðið. Það var Baldur og þessi strákar. Það var Baldur Klippar. Svo voru með okkur í hóp. Alveg rétt í manna núna. En hvað er þið? Svo sá ég daginn, Fjölnir, það var eitthvað þáttur þig þegar þú bjargaðir þessum hestum. Já. Það er komin heill þáttur bara á BBC þetta. Já, út alla trissum. Já, mér finnst bara þetta er það sem ég kalla, þú varst réttum maður og réttum stað, því að þetta er nákvæmlega sama og ég hefði gert. Ég hefði stokkið út í tjörn, leyft hestunum að stökkva á lærið á mér og beint upp á bakka. En máli, ég var svolítið óvar í heim. Þetta var ekkert löppin á mér, strókar.
Þetta er búið íslenska drauminn að sjálfsög. Löppin hefði gugnað leið. Steig hann á punginu þeirra? Steig á félag. Það var þriðja löppin þarna sem var að hjálpa þessu. Það er rosalega. Það hefði ekki verið hægt. Fannstu bara ekki, þið stegu bara á þig og þú fannst ekki fyrir því. Þú varst bara eins og a real man. Grjóthæður. Og hvað gerðist hvað var frétt á Facebook eftir þetta, eftir að Kjærleikan hóra fréttinnar og Fjölnir Þorgeirsson bjargaði 40 hestum sem voru að drukkna, hvað gerðist á Facebook? Hvað dötti mörg pók og og þú veist, hvað var að gera þetta? Ég lokaði bara Facebook í 4 mánuði. Þú lokaði? Já, það er eina í stöðunni. Íslandsmynd í pókum, pók. Já, ég menna, og bjargar, þú veist, og bjargar einu dýri, þá er okkar svona 50 pók. Hann bjargaði einhverjum 40-50 hestum, sko. Og þeir líka stigu ón á punkinu. Ég er búin að vera að leita að dýrum í svona neyð eftir ég sá þessa greina, því ég hugsaði með mér, þetta er eitthvað gott PR-stönd fyrir mig líka. Ég er alltaf vonast eftir að sjá hund upp í tré eða eitthvað. Já, það gerist aldrei. Þetta er eitthvað sem maður á bara að taka að sér, það er að bjarga dýrum. Það er alveg snið, læna einhver svona upp, henda bara einhverju ketti ykkur byggja tré. En ok, ef við erum ekki að ræða Mel B, er íslenski draumurinn, er hann á föstu eða lausu? Wow. Er Fjölnir Þorgeirsson, er hann á föstu? Er íslenski draumurinn á lausu? Þetta er erfið spurning. Það eru nokkra stelpur sem eru í umferðin núna sem stoppuðu bílinn, lögðu út í kant og er að hlusta. Þú svarar þú rétt, Fjölnir. Hvernig, nei, hvað? Ég er hérna á mjög viðkvæmum stað í lífinu. Já, ok. Búin að vera í ganga í gegnum skilnað í 2 ár, en skilnað sem að... Það sökkar, djöðsökkar það. Er ekki að fara í gegn. Já, ok. Og maður á, já, alveg eins vonaði að detta aftur í klókur drekans. Já, þannig. Já, ég veit ekkert hvað framtíðin byrjar skuti sér. Nei, ok. Eitt er víst að ég vil vera hamingsamur. Já. Og leyfa einhverjir að njóta þessa sem að ég hef upp á bjóða. Já, það eru nokkra núti sem er alveg til í það. Þú ert að real man, Fjölnir, það er svo. Eina sem verið pyrrund á mér er Fjölnir. Þegar ég fer á The Sun og þú veist, og ég sé fyrirvændi Kjærleikuna þar bara allsbyrðan á náttúrulega okkur bikini og eitthvað, ég hugsa bara geti, ég veit þetta pyrra Fjölnir, hann fer á The Sun og sér hérna Mel B bara hálf nakta og eina sem hún talar í öllum fjölmiðlum og svona er kynlíf. Það er eina sem hún talar Það er eina og alltaf fyrirvændi kærastana. Hún oft talaði þig og þú ert að gefa hennar fast aftan frá og eitthvað. Og þú veist, er þetta ekkert pirrandi? Þú veist að lesa bara Nei, ég lesi þetta ekki, en náttúrulega hún lærði náttúrulega mér og nýtu þess góðsað þínu í dag. Já, þú breytir henni í þess að kynlífsvél sem hún er í dag, Fjölnir. Ég get lofaði því, Fjölnir, þú ert eini maðurinn á Íslandi sem er kviðmáður Eddie Murphy. Hversu dýrt er það? Já, hann er heppinn. Jöfull er hann heppinn að... Ef þú hittir Eddie Murphy ekkert, þá getur þú komið, hey, been there? My name is Iceman. Iceman, Fjól. Fjól. Fjól er í klikkar á að komið. Þú náttúrulega, þú gæst aldrei sloppið Mel B spurninga þegar þú ert með mig og þetta eru með 2 harðar. Nei, veistu bara að vera hefnaðir. Hún er að tala eitthvað kynlíf út allan heim og þú ert bara að segja bara ok, Mel B skal 1-10 hvernig þú veist er að gefa henni einna gamla skólanum. 1-10 Fjól. Þú settur bara, hún á að skilja og svari fyrir, hún er alltaf á þess að eitthvað Fjóli var að hamra mig og... Hún rósaði með hún bara. Já, en hvað myndir þú gera henni? Þú skólaði hana til. Hún á þeirra bara fín sko. 10? Er þetta 7? 8? Þetta er 7, já, þetta er 7. Hann hendur 7 á hana. Þetta hlýtur að með, þetta er solid 7. Hann var alltaf að vera skólaði til, það er svo langt síðan að Fjóli var með henni. Já, hún var ung og var að slá í gegn þá. Mamma er að hlusta. Já, ég veit að íslenski draumurinn. Við erum alltaf að tala kynlíf. En ég ætla að spyrja það einu hérna í lokin. Nú erum við búin að fara... Mömmu finnst þú vera svolítið skemmtur. Er það ekki? Já. Þú vildir ánægja með það. Fyrst vorum við ekki alveg að ná þér sko. Nei, ok. En núna er hún alveg búin að... Já, tala nú. Það væri mjög skrítið ef hún myndi ekki fíla Egil því að þið eruð mjög líkir. Já, það er allir við það. Hann tók við að mér. Já, það er svolítið þannig. Þú ert nýi íslenski draumurinn, Egil. Nei, ég get ekki fengið nafni strax, sko. Nei. En þú kannski SMS-aði með einhvern tímann því að þú nennir ekki lengur að vinna með íslenska drauminn. Sendu mig bara SMS, gamli. Egil, ennabla að leita nýju nafni. Já, ég leita nýju nafni núna. Við vorum að leika okkur eitthvað með Gilli good shit í þættunum án. Gilli good shit, já, við erum að finna eitthvað nýtt, sko. Ég skal koma með eitthvað. G-höfðingin, ég nota það svolítið. Já, en hvað hérna bara hérna í lokin, að því að ég las líka daginn þar sem þú varst í opinskapa viðtali hjá DFF, að hvað var þetta, var eitthvað ósættu milli þín og Tobbi Marinós? Já, hún var með eitthvað leiðindi. Þú lést hann að heyra það, djöfull hann að grjótart Fjölnir Þorgeirsson lét Tobbi Marinós heyra það. Þú pakkaði henni saman, það er svo gerð. En einigallt, ég var aldrei fullu, þetta kom bara frá Fréttablaðinu eitthvað til þess að held ég að plugga hana. Já, ok. Þetta er maður ekki fullu yfir svona kjána
Nei, hvað var málið? Það var hún notaði nafni hans Fjölnir til að selja... Þetta rándýra nafn. Já, ég meina, þú ætti að fá greitt fyrir það. Já, þannig að karakterin hennar í nýjustu bókin hennar heitir Fjölnir. Já, og ég átti að vera í ríkinu á Blikana. Ég hefði aldrei Blikana, eins og ég sagði, þú veist það, sorry. Ég hef bara verið með eitthvað auganu og Þetta hefur verið gróskíkja. Ég hef verið að spæna undir hestana og eitthvað flís kom í auganu. Þú ert líka búinn að taka Mel B alltaf frá repeatedly, sko. Þú blikkar ekkert. Þú blikkar ekkert hvað sem Hann eiginlega búið til eitthvað á því í Argentínu. En ertu búinn að tala eitthvað í toppi síðan eða fannst þér þetta bara leiðilegt og dött mál eða? Ég hef ekki talað um hana, nei, bara ef ég hitt hana þá segja ég ábygglega hef hana. Já, en ég enn ekki, það er nú nóg af vesinn í lífinu heldur að vera að væli við þessu. Já, þetta er svo ekta Fjölnir. Þegar maður er rockstjarna, þá er talað um hann. Já. En einnig ég er ekki nógu góður að syngja. Þú ert toppsöngvari. Þú ert íslenski draumurinn. Íslenski fucking draumur. Ertu ekki lengur á Facebook draumur? Jú. Yes. Já, með statusi fyrir þetta. Íslensk kjötsúpa hjá mömmur er það besta sem ég fæ. Og það er rándýr status. 40 likes frá stelpum. Bara, íslenski draumurinn heima hjá mömmur sinni kjötsúpu. What a man. What a man. Og þú 400 metrur frá, bara lást í sófanum og bara slagur. Já, helst slagur. Já, þú var að segja mömmun að bjóða mér í kjötsúpu. Þá mæti ég, grjótarður. En herðu, með þessum orðum ætlum við að kveðja Fjölnir Þorgeirsson, við vonum að við hefum ekki verið ofaldir. Og Fjölnir Þorgeirsson, þetta lag er til eitthvað þegar þú hefur átt marga kærastur ævina og fullt af vandamálum. Hvaða lag er það? Í dag er All the Girls That Love Me. Nei, 99 Problems, but the bitch ain't one. Hit me. Okay. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Blöndal. Já. Og þessi maður kallir konur bitches. Þú veist, hann er ekki að tala konur þessi 99 problems, the bitch ain't one. Gattu ekki sagt 99 problems of my wife is not one, til dæmis. Já, það er enda fínt að við skulum vera að draga svona dónaskap. Við megum ekki vera svona rosalega dóni eins og Fjölnir Þorgeirs. Þetta er svo mikill snillingur og toppmaður. Ílíkur snillingur. Já, og Við nefnast ekki að vera dónaleg. Málið, hann har aldrei farið að viðtala Mel B. Vilja allir heyra þetta. Ég veit, en sérðu hvernig það virðingavert af þessu mikla snilling. Hann hefur engan áhuga að ræða þetta. Ég skil það ekkert að hún er alltaf að því, maður. Já, er það máli? Ég er að segja það, ég fylgist með þessari konu. Já. Þetta er Fjóli. Já, og Fjölnir, takk æðislega fyrir komin aftur. Snillingur. Já. Ég verður að fá Fjóli einhvern mann aftur. Já, það er ekkert illt að milli Toppa Marinós er líka fínasta skvísa. Hvernig getur þið fyllt þessu eftir í þriðja þætti? Þið voru með Aron Pálmas, Henshin til þriðaðið. Kúplum okkur yfir í Íslenska drauminn. Hver er næstur? Já, við vorum líka með Kevin Smith á hann, skilur. Já, ég veit að það var hérna auka atriði, sko. Já, en við erum með rándýran gest. Ég er að læna upp rándýran gest. Það er þannig? Já, næsta föstudag. Wow. En, já, það styttist í lokin hjá tveim hörðum í dag. Við vorum spáð enda samt að gefa 2 fiaskóspil. Já. Það er hérna nýjasta spilið fyrir jólin og ávist að vera hrikalega skemmtilegt og hérna það er... Þú nú spila sjúklingur. Já, mér er hrikalega gaman að spila með fjölskyldu og vinnum. Já. Og hérna 511-0957 ef ykkur langar til þess að vinna ykkur inn 511-0957 Topp tónlistastöðin. Hvernig var að heyra ykkur strákonum og ná sér í eitt fiaskóspil? Hvernig væri það? Það er FM-röndin, maður sjá. FM 9 blöð. Já. FM? Góðan daginn. Hvernig ertu? Sæls og góður. Er það ekki? Þú maður langar þér í fiaskóspil? Ég verð nú ekki. Já, menn akkur ekki. Hvað heitir þú? Akkur ekki. Herru, það er Bjarni Kristjáns. Bjarni Kristjáns. Bjarni Kristjánsson er komin með fiaskóspil. Það er bara þannig. Finnst þér gaman að spila? Haha. Finnst þér gaman að spila? Herru, já, ég verð nú að segja það. Sérstaklega ef maður komur svona í partyfílingu svona. Já, myndur þú fara svo langt að segja að verði spila fíkil? Nei. Nei, ok. Það var gaman ef þú myndir hitta one of your own kind. Það haldi ekki eftir. Það er veist að amma heldur bara þú ert alltaf að bladra í einhverju viðtölum í einhverju spilafíkil. Alveg, herri, já, byrju fyrir ekki, hérna Bjarni Kristjáns. Þú ert búinn að vinna þér spilið Fiasko sem er stórkostlegt spil og er að gera allt vitlaust fyrir jólin. Herru, það er ekki kjærlega fyrir. Herru, þú mátt sækja að breyta mánudagina því að það er allir farnir hérna. Það er föstudagur og fólk sem er ekki að vinna. Fólk er farið að hella í sig, sko, það er enginn það núna. Það er meina eftir hérna. Heiðar Austmann og Sval eru komnir á austur. Þannig að bara sækja þetta mánudaginn. Herru, ég gera það. Leita galli. Herru, gefum eitt annað. Já, gefum eitt spil. Gefum eitt annað. FM 95 blöð. Já, góð, komin í sambandi við FM 95 blöð. Hvernig ertu? Bara fín. Er það ekki? Jú. Hvað heitir þú? Ég heiti Helena. Helena? Já, Harðardóttir. Helena Harðardóttir. Tveir Harðir og Harðardóttir. Heitir bara pappiðinn Harður? Hörður. Ég fann að borða kolvetni, gerða okkur öllum það. Ég veit þetta Harð. Hvað heitir þú? Harður? Já, Sæll Sigurður heit ég. Grjóthart. Helena Harðardóttir. Harðardóttir. Veistu eitthvað þetta spil, Fiasko?
Herru, nei, þetta bara ótrúlega spennandi. Þetta svona orðaskýring á látbragðsspil, sko. Þetta þú getur verið full í þessu, edrú, bara, þú ræður. Já. Ertu mikil spilamanneskja? Herru, já, það heldur. Já, og þá þetta bara spilið jólin. Glæsilegt. Já, hvað ertu svona að spila oftast þessa dagana þegar þú hóar saman í lið? Herru, það bara að vera með slag í póker og svo. Þú ert komið að spila fyrir jólina. Þarna. Fyrir hann að slag í bingo, tjók. Já, það bingo og póker. Það að gera að taka þetta allt, lotto, bingo og póker. Trúðu mér Helena, ég búinn að stúdera þetta spil, það hægt að veðja í, þannig að ég heldur á líninu og kenni þér nokkuð tricks. Herru, þú ert að sækja þetta á mánudaginn niður í 365. Helena Harðardóttir. Takk kærlega fyrir. Herru, það var nú óskuplítið. Herru, sömuleiðis, skvísa. Herru, þá erum við búin að gefa 2 fiaskóspili. Ég ætla líka að minna á hérna í lokin að NASA verður 10 ára og fagnar afmælinu núna laugardaginn 12. nóvember með stórkostlegri dagskrá. Það FM Belfast, Gus Gus, Páll Óskar, Marger og Danny Deluxe og Fossala hafinn á miði.is. Þetta svona eitt harðasta núna. Það verður eiginlega tómt bara. Já, ef að Gus Gus og Páll Óskar einhvers staðar saman, þá þarf ekki einu svona auglýsingu. Það er nóg að hafa bara aðra hljómsveituna, sko. Herðu, Páll Óskar, það alveg, ég nýkom með hann hérna á Facebook, það alveg sama hvað hann segir, þó hann segir, herðu, ég sá hund mig á hann, það eru 140 likes eftir 10 mínútur. Það líka bara ekki hægt að vera illa við Páll Óskar, þetta svona mikill höfðingi. Það var bara legend. Svona, þú veist bara, hann hittir hann og hann faðmar mann, kissir mann. Ótrúlega duglur. Já, veist, það er ekki hægt að vera illa það. Og svo líka, það eru bara allir á, veist, ef þú segir Gus við stelpu bara á djaminu, þá verður hún óðskoð, þannig ég held að það verði stappa á NASA, þannig að að gera að tryggja sér miða snemma á miði.is. Egill Sannur heiður að vera með þennan föstudaginn. Viðurkennað. Já, ég verður mættur aftur á mánudaginn með F95 blöð og það verður gestastjórnandi þar sem að hann Björn Bragi er stattur í Kaupmannahöfn. Hvað ætlar að fá? Ég er að fara að hringja á eftir og verður búinn að læna upp einhverjum stórskemmtilegum. Þetta er rándýrt. Já, ég ætla að vera með eitthvað nettan með mér á mánudaginn, svo er náttúrulega Sveppi Krull kominn á næsta þriðjudag. Góða helgi og hafið það gott bara. Á Fílisegin. Verður ekki enda alltaf á sama leginu? Það er bara þannig. Kickstart og shit. Magasín, alla virka daga milli 7 og 10 á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Æla og brjóst hljóma mjög girnilega. Ekki missa Magasín í fyrramálið. FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér að vera með þeim fyrstu í heiminum til að sjá myndina Twilight Breaking Dawn. Við erum að tala sérstaka FM heimsfrásýningu sem verður miðvikudaginn 16. nóvember klukkan 20 í Sambíónum Einshöll eða 2 dögum á undan heimsfrumsýningu á myndinni. Ekki missa af fyrirpartinum á endalokum þessara mögnuðu Twilight-seríu. Hlusta á FM 957 og komdu með okkur í bíó. Sambíóin og FM 957. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 er að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Glumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður 5. 17. nóvember. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Skór.is netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér 1 skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. 2 heppnir hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur. Dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Forever 21 er á outfit.is. Þessi Pop Secret skilaboð. Engin